Fermingar snúast ekki bara gjafir og brauðtertur. Áður en maður fermist þarf maður að fara í fermingarfræðslu. En hvað lærir maður í fermingarfræðslu? Við erum að reyna að styrkja og styðja krakkana í því að verða læs og fyrir þau að stíga inn í og eiga samtal í rauninni við táknheiminn og að staðsetja sig sjálf í sínu lífi. Ég fermdist borgarlega svo við vorum bara að læra heimspeki að við eigum ekki að taka eiturlyf og eitthvað svoleiðis. Ég hélt fermingarveisluna sjálfa að heiðnum sið á Fjörukráni í Hafnarfirði og þetta þótti fólki nú skemmtilegst að maður væri svona staðfesta sig til kristinnar trúar en svo var bara gosið drukkið úr vingahornum sko. Og eru þau spennt fyrir þessu? Þau eru, já, ég myndi nú segja það að þau væru spennt fyrir þessu. Þau eru misspennt fyrir þessu eins og gerist og gengur. Og þú hefur væntanlega verið í einhver svona fermingarfræðslu. Hvað voruð að læra þar? Það var svona lífið og hvernig við að hafa okkur í kringum aðra og svo bara lærum hnífa og eiturlyf og kannist af. Manstu eitthvað sem þú lærðir? Nei. Af hverju ákvaðst þú að fermast? Bara út í trúð á Guð og mig langaði í gjafir. Ég fékk til dæmis hárblásara frá litla bróður mínum sem ennþá í mikilli notkun og virkar mjög vel. En hefðirðu fermst eða þau vitað að þú myndir ekki fá neina gjafir? Af hverju varst að fermast? Bara svona, allir náttúrulega í minni fjölskyldu hafa gert það hingað til og bara staðfesta skírn mína og staðfesta trú mína á Guði. Og fyrir gjafirnar? Maður náttúrulega, það ekkert að gera þetta neitt verra, sko. Geturðu sagt mér eitthvað af því sem þú manst úr fermingarfræðslunni? Eiginlega ekki mjög mikið. Ég var alltaf dálítið þreytt í tímunum. Einhver boðorð sem þú fær kannski eftir enn í dag? Sko, náttúrulega 10, fóðurinn 10, eru náttúrulega enn þann dag í dag, sko, bara grundvallarlögin. Þú vilt ekki vera þjófur, þú vilt ekki vera morðingi. Þú vilt ekki drífa hór. Og þú vilt ekki drífa hór og þú vilt náttúrulega alls ekki girnast uxa náunga þíns. Og hvað var það að kenna ykkur hnífa og eiturlyf? Já, bara kannski slæmið þau voru og kannist það. Manstu eitthvað af boðorðunum? Nei. En hefðirðu fermst ef þú hefði vitað að þú myndir ekki fá neina gjafir? Það er nú góð spurning sko, þú veist. Já, þetta er veisluna og hann að fjölskyldunar koma saman. Þannig að þið voru kannski bara svona að læra að vera almennilegt fólk einhvern veginn? Já. Og sérðu fram á að verða almennileg típa svona eftir þessa fermingu? Já. En hefðirðu fermst ef þú hefðir vitað að þú myndir ekki fá neina gjafir? Já, er það ekki líklegast? Jú, ég myndi segja það. Og hvað var það flottasta sem þú fékkst? Ferð til Þýskalands og í úrslitaleikinn og meistaradeildinni í handbolta. Fínt. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn sem getinn er af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægra hönd Guðs, föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Amen! Þín fermingarfræðsla var ekki til einskis. Nei.